Góðan daginn, Viktor hérna. Ég ætla að tala Jónas Hallgrímsson. Jónas fæddist 16. nóvember 1807 á Hrauni í Öxnadal. Foreldrar hans, Rannveig Jónasdóttir og Hallgrímur Þorsteinsson. Hann missti náttúrulega pappa sinn á mjög ungum aldri. Hann var 9 ára. Pappa hans drukknaði. Pappa hans var aðstoðarprestur og amma mín sagði mér að á þessum tíma þá að ég var það svolítið svoleiðis að konan átti náttúrulega bara að vera heima og passa på börnin og maður átti að græða peninginn. Þannig eftir að þeir misstu hann, Hallgrím, þá þurfti náttúrulega hún Rannveig að finna vinnu. Þannig hún fékk sér vinnu einhvers staðar, örugglega, veit ekki alveg hvar, en hún gat ekki passa upp á öll börnin, þannig Rannveig gaf Jónas til systur hennar og var í heimaskóla þar. Jónas var síðan nemandi í Bessastaðaskóla þar sem hann stundaði nám í 6 ár og naut til þess skólastyrk. Jónas var menntaður og mikill og einn af lærðustu mönnum síns tíma. Hann var meðal annars með guðfræðipróf sem að lét hann vera löglegan sem prestur. En auk þess stundaði hann lögfræði í Hafnaháskóla í Kaupmannahöfn, en Jónas lauk lokaprófi í náttúruvísindum með jarðfræði og steinafræði sem sérgrein árið 1838. Á námsárum sínum fékk Jónas alls kyns styrk til þess að stunda nám sitt í rannsóknarvinnu. Hann flutti til að mynda á garð og naut garðstigs í 4 ár, en á þessum tíma þurfti Jónas einnig að ganga í lífvörð Danakonungs og stunda heræfingar, en það var skylda á meðal stúdenta á þessum tíma. Áhugamál Jónasar var að ferðast Ísland og skrá nákvæmar rannsóknarskýrslur náttúru landsins og dýralíf. Hann þýddi líka erlend ljóð og skáldverk á íslensku. Jónas orti mikið en ekki leit beint á sig sem skáld. Hugur hans var helgaður náttúruvísindum og orti Jónas mikið á náttúruljóðum ásamt minningarljóðum, ástar- og tækifæraljóðum. Flest ljóðanna orti Jónas á seinni hluta ævi sinnar. Jónas var pólitískur og voru flest ljóðan hans með pólitískan boðskap. Jónas nýtti sér þau tækifæri sem honum gafst til þess að koma sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á framfæri og efla þjóðernisvitund Íslendinga. Þegar Jónas var við nám í Kaupmannahöfn kynntist hann meðal annars Konráð Gíslasyni, Tómas Sæmundssyni og Brynjólf Péturssyni, en þeir félagar ásamt Jónas gáfu út tímaritið Fjölnir árið 1835 og þeir voru kallaðir Fjölnismenn. En þá birti Jónas mörg kvæði sinna ásamt ritgerðum og pistlum margvísleg efni. Mörg kvæði Jónasar bera kem af eddukvæðum og Íslendingasögum, enda voru Jónas mjög hrifinn af þeim verkum. Jónas fór í 5 rannsóknarferðir að sumri til frá Kaupmannahöfn til Íslands til þess að stunda rannsóknir í náttúruvísindum hér á landi. Jónas hafði árið 1838 komið með tillögu þess efnis og Hið íslenska bókmenntafélag ritaði og skráði Íslendingalýsingar og var sú tillaga samþykkt og var Jónas jafnframt valinn í framkvæmd verksins. Jónas vann með þýðingu bókmenntar stjörnufræði eftir Ursel, skrifaði jarðskjálfta, forngröft og eldgos á Íslandi, auk þess að koma á fót vísi að náttúrulegu gripasafni Jónas Hallgrímsson. En var aðdáandi Andersen og þýddi ævintýrið Leggur og skel eftir hann á íslensku. Þó að Jónas hafði aðallega fengist við að semja ljóð samdi hann líka þó nokkra sögur eins og Grasaferð og Stúlkan í turninum. Jónas Hallgrímsson samdi mörg ljóð og ritsafn Jónasar var gefið út 1847 eftir dauða Jónasar, en þar var að finna kvæði sögur þýðingar Jónasar í einu safni, sem var safnað saman af Konráð Gíslasyni og Brynjólf Péturssyni, en þeir hafði jafnframt breytingar á kvæðum Jónasar og hefur síðan verið stuðst við þessar breytingar í kvæðasöfnum Jónasar. Jónas Hallgrímsson lést 26. maí 1845 aðeins 37 ára eftir að hafa hrasað í stiga á leið inn í herbergið sitt í St. Pétursstræti 140 í Kaupmannahöfn.
Jónas er grafinn í Astristad í Kaupmannahöfn og kostaði hið íslenska bókmenntafélagið jarðarförina. Bein Jónasar voru síðan grafin upp og flutt til Íslands þar sem þau voru síðan grafin í þjóðargrafreit á Þingvöllum 16. nóvember 1946. Hefur sá dagur síðan hlotið heitið Dagur íslenskrar tungu til minningar framlag hans til íslenskrar tungu. Ferðalok vil ég segja eitt rómantíska kvæði í sögu Íslendinga kvæði. Birtist í Fjölni 1845. Margir segja að þetta sé ort til Þóru Gunnarsdóttur. Jónas og hún voru að ferðast saman 20 og hún var 16 ára. Hann verður ástfanginn af henni á ferðalaginu, fékk nei frá pabba hennar að giftast henni. Hann semur þetta þegar hann er á næstum því að fara að deyja, 37 ára. Greinilega búinn að vera hrifinn af henni í 17 ár. Og Ísland langar mér að segja að Jónas var að tala við lesandann á kvæðinu, byrjar á að tala við fortíð og fer svo í hans nútíma var og er. Kvæðið lýsir ást skáldsins á Íslandi og fegurð landsins. Hann minnist fortímarinnar og þess þegar þjóðin var sterk og sjálfstæð. Hann sýnir hringum þjóðarinnar og erfiðar ástæður hennar á sínum tíma. Náttúrulega landsins og dásemið og tegund þjóðarinnar og stolt kvæðið hvetur Íslendinga til þess að rísa upp og bæta stöðu sína. Sterk þjóðerniskennd og von betri framtíð í forgangi. Og ég valdi að gera þetta verkefni út að ég í úrslitakeppni í körfubolta og mér finnst þetta miklu fljótari annað heldur en að skrifa. Og þannig, já, ég vildi bara gera þetta svoleiðis og bara takk hérlega fyrir að hlusta og já, takk fyrir mig. Það var mjög skemmtilegt að læra þennan mann. Hann er náttúrulega á 10 sem kallinn.